Góða kvöldi, kæra áhorfendur. Það komið annar umferð. Interlagos, grúp 3. Til í þetta, Jökull? Já, heldur betur. Heldur betur. Hefum vona góðu reysi í kvöld. Já, held ég. Það sýnist að það gæti orðið fámennt hjá okkur, en vonandi dætt einhverju inn á síðustu stundu. Já. Það var nú til að gerast í opnum deildinni, en það er bara þannig. Já, Gerum bara gott úr þessu. ekki spurning. Já. Sjáum við hérna nýgræðingunin Andri Topsson, hann er komið 32-8 strax. Það er virkilega góð tími, sko. Heldur betur. Og æfa hérna á hörðudekkin. Það kemur einn yfirbót. Grétar. En já. Áhugavert líka, já, það var líka áhugavert í kvöld að sjá bílahálið hjá mönnum. Hérna sjáum við nýja bílinn, Ferrariinn hjá Inga. Fyrsta skipti sem við sjáum hann á braut í GTS Æsland. Þessi bíl kom nýr bara núna, hvernig var það? Ég er ekki bara núna rétt fyrir jól. Jú, bara í desember uppdættinu, Spec 3. Já. Loksins fengum við nýjan grúp 3 bíl og ég held að við eigum eftir að sjá svolítið af þessum í vor. Já, hann er mjög góð, ég er búinn að vera að prófa hana svolítið. Já. Það er hægt að beita honum skemmtilega, sem er gott út heiðsýn á honum. Þetta viðurkenni það að ég ætla ekki að velja hann. Nei. Ég ákvað loksins að velja bíl sem ég langar að keyra en ekki svona þennan trendbíl sem allir er að velja. Nei, og oft skiptir það bara meira máli, ef maður að vera að fíla bílinn og akkurat bara að vera svona öruggur í honum, sko. Það við maður gert frábæra hluti. Já, ég mitt valdi GTR-inn á síðast tímabilið og ég bara, þegar ég var svona hálfnaður á tímabilið, þá var ég bara, ég geti ekki beðið eftir að tímabilið kláraðist þannig að ég geti farið að skipta bíl. Nei, akkurat. Það eru ábyggilega margir sem ósammála mér það, sko, en ég var ekki að finna mig á þessum bíl. Nei. Hann hefur samt alltaf svona verið akkurat þannig uppi með svona toppbílunum í rauninni, upp á hraða og pace. Já. Já, hann er alltaf svona safe choice. Já, hann er öruggur valkostur, sko. Já. En áhorfendur heima í stofu, þeir megi endilega láta okkur vita að hljóðið er ekki bara tipptopp. Heyrist vel í okkur báðum og á móti bílunum á braut og svona. Séðum þetta er komin hérna 10 að horfa. Já. Allt að gerast. Og munið til like-unum. Já, auðvitað. Like and subscribe. Like and subscribe. En hérna erum við með á braut, við erum með Andra Topsson og hann er á Porsinum. Það er nú oft sem við höfum séð hann í samfélaginu. Svo erum við Björgvin Freyr á Lambo. Já, það er interesting. Svo Ingi hérna á Ferrariinu. Grétar á Ferrariinu. Svo er ég nú einstaklega ánægður með bílavalið hjá honum Svenna hérna. Svo bara VFRX. Þetta er einmitt bílinn sem ég ætla að velja. Já, hann er góður. Já, hann er góður. Svo Bergur á bjöllinni. Já, Bergur á bjöllinni. Þú verður húka ánægður með hann. Já, nákvæmlega. Góð með svolítið Volkswagen hjarta, sko. Já, hann slær fast. Það eru tæpar 3 mínútur, það er rúma 3 mínútur í á við stöðstum. Þá skulum við bara fara að henda í hérna. Þriggja mínútna warning. Hækka smá, ég mistur 2 time. Já, ég gera það sjálfur, eða? Ég held að það sé nóg að ég gera það hérna. Ok. Tjatti kannski staðfesti hvort þetta sé orðið betra núna.
Komið sæl og blessu og velkomin hérna í fyrstu keppni í Group 3. Nú talaður samt herra heldur þú varst búin að vera Nei, þetta er kannski af því að ég var að ekki hjá mér. En já. Sjóna Dón, hann segir kvöldumeistarar. En Eiríkur Ingi er einmitt að spyrja hvaða bíl ég valdi. Ég þóru nú alveg að segja frá því. Ég ætla að velja Vaffer X-in einmitt sem að hann Svenni er hérna að keyra. Og ég þóru að segja frá því að það er eitthvað með engin til að velja þannig bíl, sko. Ég hef náttúrulega verið lengi mikill fan á Lancerunum, þú veist hvað maður að keyra hann, en hann er bara ekki alveg á pari við hinna bíluna. Þessi er næri, en svipar að keyra og Lancerun nefnilega. Já, nákvæmlega. Hann hefur kostið, en hann hefur líka gallaði þetta. Bara eins og allir bílar. Já, nákvæmlega. En ef maður akkurat velur bílinn sem maður fílar, þá næður maður kannski meira consistency á honum heldur en hinum geti kannski tekið einn og einn hraðan ring, en kannski hinir eftir að basla með. Þannig að oft kemur það betur út fyrir mann, sko. Akkurat, sko. Það versta við að er á Lancerun og Vaffer X-in, þeir eru svo góður í startinu. Og ég er alltaf búinn að vera að guggna á síðustu stundu að velja þá fyrir tímabili. Og svo núna einmitt þegar ég ætla að velja þá erum við með rolling start í öllum deildum. Já. En svona er þetta. Já, svona er þetta. Og núna er náttúrulega week refsingar. Já, week refsingar. Í öllum keppnum út í tímabili. En einn breytingin hjá okkar frábæru keppnisnefnd. Já. Þeir eru að vinna sína vinnu. Þær voru einstaklega leiðilegar hérna. Sem maður var að fá upp í bara 5-6 sekúndur fyrir að fara bara smá út af. Ég er sammála því. Ég er svo sem alveg á því að menn eiga náttúrulega að halda sig inn á brautamarkana, en refsingarnar á þessari braut eru stundum svolítið út úr kú. Já, nákvæmlega. En akkurat, sömu brautartakmörk náttúrulega. Já, það er ekkert sem breytist þar. Fá refsingu fyrir sömu brot, sko. Akkurat. Bara tekur ekki allt momentum úr keppni kannski. Já. Þá skulum við bara rísa þetta lobby. Já. Og það getur ekki ringt hérna, þannig að við erum ekki að fara að fá blauta keppni. Sem er enda skrítið að það geta ekki ringt hérna, sko. Já, ég skrítið það. Já, þegar maður hugsa formúlukeppni á Interlagos, þá er það einhvern veginn bara svona, 50-50 að þessi ringning, sko. Já, bara við hliðin á Amazon brunnsköfinu, sko, bara frumskufur. Akkurat, sko. Já, það verður fámennt en góðmennt hjá okkur. Sýnist mér. Heldur betur. Já. Það bara réttar hann yfir hérna. Alla stillingar helstust inni. Já. Brynjar er komið með spá. Hann spáði Svenna sigur. Ingi öðru seti og Andri Topsson þriðja seti. Já. Endilega komum við með fleiri spár. Heldur betur. Svo ætla bara rétt að doppelchecka eitt hérna áður en við startum. Það sé ekki með réttan tíma. On late morning. Jú, það passar. Late morning. Þá var það bara good luck you're fast, var það ekki? Klassík. Já, það ekki. Þá hef ég fyrstu GR3 keppni ársins. Magnað að fleiri hafa ekki tekið þátt í henni, sko. Þetta er svona allavega eina mínum uppáhalds. Já, þetta er fyrsta keppni sem ég vann í Gran Turismo samfélaginu. Já, ok. Og á Alfa Romeo 4C. Já, ok. Af öllum bílum. Já. Hann hefur verið akkurat svona lacking í endurhraða. Hann vantaði upp á það. En skemmtilegur í beiginum eins og þess. Já, virkilega skemmtilegur í akstri, sko. Ja, þetta er náttúrulega svolítið beygjubraut, þannig að það er svolítið skiptir svolítið máli að vera með bíl sem að róta þetta vel. Já. Þessi nefnilega getur verið erfið hérna fjórða beygja.
Erfitt að halda bílnum þar inn á. Sveinn fyrstur út. Jöp. Bergurinn og eftir honum Andri Topsson þriði. Björgvin fjórði og Grétar fimmti. Já, svo hann Ingi á harddekkjunum. Já. Sem var... Hann rauninni bara gestur hjá okkur. Já, akkurat. Hann keppir ekki til stiga og ef hann vill taka þátt í tímatökunni þá var hann að gera það á hörðudekkjunum. Enda líka úrvalsdeildarmaður með úrvalsdeildarhraða, hann að eins og í síðustu keppni, hann vann úr síðustu keppni. Já, hann með hraðan sko. Já. Spurning. Það vantar ekki. Svenni að koma hérna í línuna. Skellum okkur bara borðið hjá honum. Það þarf að passa sig nefnilega hérna í þetta bump hérna. Já. Hann hefur örlítið. Og hoppa beint inn í bit. Nú alltaf með slögt á slipstream í qualifying, eða ekki? Já. Menn græða ekkert á því að vera óninnasta manni. Nei, það er náttúrulega skemmtileg stilling. Komuna með spec 3 uppbytuna. Já, það vantar alveg þessa stillingu sko. Þegar menn, þó að það var illa séð þá lendi maður stundum í því að vera bara búinn að ná næsta manni en það var svona... Já. Það sá alveg sumir svona aðeins kannski nýttu sér það meira en aðris. Þannig að nú er það bara allir jafnir. Bergur hérna á bjöllunni, já, hann var að gera þetta vel. Já. Síðasta bein er líka tricky af því þú vilt ná góður raða útrunni. Já. Það getur verið svolítið tricky að fara á gjöfuna, sko. Það er svona smá skopp yfir. Já, og smá niðurhalli líka í mitt. Já, þetta er svona... Já. Svo vil maður sleikja vegginn hérna þegar maður er að koma yfir. 33.5. Andri Topsson á toppinn, 33.2. Björgvin Freyr. Það gerir hann. 34.5. Grétar hérna á nýja Ferrariinum, hérna sjáu þið hvernig hann lítur út á innan. 37.3. Hann er mjög flottur innan og mikið af upplýsingum þar, sko. Já, ég er að fíla þetta með hérna að þú getur séð delta. Já. Það er mjög, það mætti vera í fleiri bílum, sko. Já, það mætti líka bara vera hérna, þeir sem nota heldur ekki VR inn í bílnum, þú veist, það mætti vera. Já, hérna er hann bara að slá af, hann ætla bara að byrja síðastur. Já. Það er Svenni komin á hérna. Já. Þá erum við með Berg fremstan. Og Andri Topsson að ná honum. Já, hann er komin frekar nálægt honum. Sem er óþægilegt, þetta truflar maður svolítið að hafa bíl svona fyrir fram á sig, sko. Já, og líka bara hleypur hann fram á sig. Það er svona vel gert líka fyrir að vera ekki að stressa sig á næsta ring, sko. Já, akkurat. Gera á góðum stað líka bara, þú veist, fyrir áður en að tekur síðustu beygju. Já. Andri Topsson getur hann bætt sig enn meira. Hugsa hann bæti sig á næsta ring, sko. Nei, 32.8. 0,4. Bergur bæti sig náttúrulega ekki. Björgvin Freyr á Lambónum. Hann er öskandi yfir línuna. Bæti sig ekki. Grétar. Svo er Sveinn að klára hringina. Grétar bæti sig. Svenni 33.8 hoppar upp í þriðja. Bergur hoppaði inn í pit. Á Andri meirinni.
Svo eru þessar tvær svolítið tricky líka. Já. Maður vill vera komið svo snemma á gjöfina þarna, manni finnst þess að maður geti það sko, en ef maður er okkraður þá... Akkurat, þá þarf maður að slá af og eða riska að fara vítt og spóla. Já. Þannig ekki bæta sig þessum hringan, Andri. Nei. En við finnst líka oft með þessi softdeck, þú veist, þótt að eyðsla sér svona lítil, að þá er hitinn svo fljótur að rísa þeim. Já. Þau eru eiginlega bara svona, þú veist, optimal, þú veist, annar, þriðji, kannski fjórði hringur. Akkurat. Björgvin Freyr bælir sig, hoppar upp fyrir Svenna í 3. sæti. Það misti greinlega því. Fyrir hana Gretar. Bælir sig ekki. Já, Bergur var álla. Já, hann hefði það. Svenni. Já, hann var ekki að bæta sig á þessu hring. Nei, hann var eitthvað að hægja á sér þetta. Það var að búa sér til bara gott pláss. Já. Það var Ingi. Nú aðeins betri tíma núna heldur en áðan. Á, hægir á. Það var það Andri aftur, á hann meira inn í tagnum. Það er góð spurning. Úff, munaði litlu. Þetta er allavega konsistent hjá honum. Já, heldur betur. Björgvin Freyr bætir sig, ekki nóg til að hoppa upp fyrir, en er ekki langt frá bergi núna. Nei. Og það er að byrja sinn... Hvað, hann nær öðru hring? Já, hann nær þessum og einum í viðbót. Bergur búinn að ná Gretari hérna. Bergur bætir sig. 0,3. Já, það er góð bæting. Heldur betur. Óþægilegt að koma svona nálægt Gretari. Já. Hann þurfti að hægja á stefna. Þeir verðist aðeins vera að batla við Vaffer X-in hana í Senna S-unum. Hann er ekki að kötta alveg nógu mikið heldur, sko. Nei, hann getur verið tricky þar í gegn, sko, en... Já. En þetta er náttúrulega líka tricky beygja, sko. Já, hann er reyndar 0,3 upp núna á fyrsta sektor. Ég er alveg að ná fullur gef alveg, þú veist, yfir kantinn. En maður þarf líka að hægja nógu mikið á sér til þess að ná því, sko. Já, nákvæmlega. Björgvin næstur í línu. Hann gerir mistök. Hann er ekki öðrum hring. Það var ekki Bergur heldur. Já, ég meinti Bergur. Já. Bergur Freyr er að byrja á öðrum hring. Náði. Gretar náði ekki öðrum hring. Já, Svenni. Svenni upp í þriðja. Vel gjört. Það er bara... Já, Andri er að klára hring. Og Björgvin sem náði að taka hann af.
Hann nú að bæta sig aðeins, hann Andri. Kom vel út úr þessari líka, síðustu beinu. Já, næst síðustu beinu, hvað þetta? Ég myndi nú kalla þetta síðustu beigina, sko. Já, þetta síðasta beigina fyrir mér, sko. Já. Já. Það var bara Björgvin. Nice. Það sýnst það ekki vera, nei. Það var allir komin í lína, það var þetta rauðin. Andri Thompson fremstur með 1.32.836. Bergur Geirsson í öðru 1.33.254. Svenni í þriðja 1.33.383. Nú ekki langt á milli þeirra hérna Bergs og Svenna. Nei. Heldur ekki, sko. Björgvin Freyr síðan hérna líka á 1.33.822. Gretar 1.35.982 og Ingi tekur nú að vera að segja tíman hans. 1.38.820, þannig við veitum svo sem að hann var að hægja á sér. Já. Hann bara að hafa gaman. Ég stel að taka eitt stop and go penalty. Já, það er svo fára brönd. Segðu. Hér höfum við það. Skulum við setja bara reis. Já, bara reis klugan 14.17 eða mjöluðis. Já, ég meina, ég segi 21.17. Ekki 14. Ekkert hjá morgun bara. Jájá, segjum bara 21.17 og það er tíma til að hoppa á átalluna eða eitthvað. Ef að þið þurfa. Já. Já, er ekki oftast svona að tala um einhverja 3 mínútur eða? Já, það er svona 23. Já. En svo verður önnudeldin alltaf eftir klukkan, hvað, klukkan 10? 22.15. 22.15, já. Og ég veit bara af einu forfalli þar, þannig að það er nú ekki forfall. Nei, ok. Þá ættu allan að vera með 13 á braut. Aha, ok. Já. En Andri, hann er flottur, eini sem fór undir 1.33 ár. Já. Hann verður fljótur að vinna sig upp í þessum deildum minna. Já, það held ég. Ég hugsa að hann verði alveg eftir sumari komin örugglega bara í tímatökur í fyrsta deild, sko. Já. Það eru náttúrulega tímatökur núna eftir þetta tímabil fyrir næsta vetra tímabil. Já. Og öllum frjálst að taka þátt í því. Heldur betur. En náttúrulega menn missa sætið sitt. Það er náttúrulega kannski fyrstu deildamenn sem eru á leiðinu upp í fyrstu deild. Þurfa ekki endilega að taka það, þú veist, þeir gefa þá upp sætið sitt í rauninni, en höfust, jú, því fleiri sem taka þátt á í þessum tímatökum, náttúrulega jafnast þetta allt út. Já. Já. Hver er nú þín spá? Herðu, ég spái Andra. Ég spái Andra, Björgvin og Inga, en Inga ekki. Það er enginn eftir út, þá er þetta Andri, Björgvin og Bergur, segja. Já,
Já, ég ætla að segja Andri Svenni Bergur. Já. Og já, þá bara störtum við þessu reysi. Ég veit það þægilegt núna, það þurfa ekkert að resetta eða raða á braut og... Já, Þú var að fengja okkur kaffibolla og... Já. Já, það maður sá líka, maður sá alltaf dekkin Já. í, þegar á resetar, sko. Það var svolítið svona, þá var maður búinn að vera að halda ykkur lendi fyrir ekki neitt. Í rauninni. Akkurat, sko. Og kannski maður eigi ekkert að vera að halda henni í laumi. Það voru að fara það. Sör. Fara allir þokkalega vel út úr fyrstu beygju. Svenni hérna pínu og aðeins að dragast átt úr. Hann er farið svona fullvarlega í sennaðisinn. Já. Við sjáum að Andri byrjar á medium, Bergur á hard, Svenni byrjar á hard, Björgvin á medium, Grétar á soft, hann hefur gleymt að skipta dekk líklega. Það getur verið. Ekki ef maður sé bara með eitthvað bulletproof stratti upp í erminni, það getur líka verið. Já, svo getur það verið. Þeir eru reyndar upp á bensínu. Herru, hvað gerst það? Björgun hefur eitthvað klikkað á bremsubúndunum. Það er kannski fara aðeins svo mikið upp á kanti minnstum með, á hann til að lista hann aðeins aftan, sko. Akkurat. Andri hérna, strax múin að slíta sig svolítið frá Berg. Bergur náttúrulega á hörðudekjunum. Nú er Andri bara að nýta þessi mediumdekk og búa til gott bíl. Heldur betur. Það er líka svo þægilegt þegar maður er fremstur og nær að búa til bíl, sko, þá getur maður bara einbyttið sér að keyra, sko. Já. Ekki það að spá í einhverjum í speglinum eða hvað, sko. Nei, það þyrfti helst eiginlega að spara smá bensín til að komast aðeins fleiri hringi á mediumdekkjunum. Mediumdekkjunum, já. Það er rétt. Já, hann er náttúrulega bara með hálfan tank, þannig að þau eiga ekki eftir að eyða sér bratt og væri með fullan. Já. Svenni pínu laus hérna út úr Svennaðssonum. Ingi og Grétar og Björgvin hérna alveg í... Já, þeir eru alveg í napp. Já, Grétar hérna er hann að ná innan á hann Inga. Nei. Ekki nær svo þetta verið. Trúður pillar hérna á braut. Heldur við þig. Aðeins búið að slitna milli manna. Já. Ingi að sækja hratt af Björgvin. En Björgvin er á medium, þannig að... Hann ætti nú að... En með náttúrulega Svenna á harddekkjum fyrir fram á sig. Akkurat. Og það er svolítið tricky, þú veist, þegar menn ná að halda ágætið speysi að taka fram úrina, sko. Já. Það er svolítið... Getur verið... Þeir eru eiginlega bara fyrsta og þriðja beygja. Þriðja og fjóra beygja. Í rauninni. Já. Andri Dófsson kom með tíma á skjáinn, 33.3. Það er mjög góð tími. Já, á mediumdekkjunum. Já, akkurat, það var á softdekkjunum 32.8. Já. Það segir okkur bara að hann átti eitthvað inni á softdekkjunum. Já, akkurat. Jæja, Björgvin Freyr, allt og víður hana. Víður. Missir Inga fram úr sér líka. Sveinn góður að sjá fyrir þessu, hann bara bremsaði og leiði honum bara. Já. Svenni svolítið víður hana.
missir Inga fram úr sér. Það er ekki bara að nýta Inga og eldan. Gæti verið. Svenni, ef ég man rétt, var alltaf á stýripinna. Jú, það er mikið rétt. Og ég held að hann sé ennþá. Já. Akkurat. Grétar aðeins búinn að saksa á hann Svenna þarna. Akkurat, það er hann enda líka Þannig að þetta reynaði í fyrstu degi. Það sýnir sér allavega. Ó, ég sá nú ekki hvað gerist það. Óf, vó. Það hófst einhvern veginn. Björgvin Freyr hérna innan á hann líka. Það var að fá leiðilega sjónarhortna hérna. Björgvin Freyr. Ég er með replay-markir þarna þegar að Grétar var að fara inn á Svenna, þannig að... Ok. Grétar viður. Þetta er refsing. Þeir náðu þessu á utanverðinu hana. Þessi hálfa sekúnda sem að Grétar er með núna hefði náttúrulega verið 1,5. Já. Nei, hefði þetta ekki verið meira? Nei, þetta hefði ekki verið 1,5. Á þessi stað. Já. Þá voru menn að fá alveg 4,5 sekundu. En þegar það geti þá verið... Já, það fer eftir hversu vítt þú færð, sko. Já, akkurat. Og hversu mikið voru það að gjöf líka. Já. Nú er Grétar að fara... Svo við skella í replay hérna. Spurning hvort að við náum Björgvin í þetta líka. Vá. Hann bara fer vel innanlega hana í fyrstu beygju. Lætur þetta nú stikka. Ég er nú ánægður með það. Já. Heldur byrju. Og þarna spinnaði Björgvin Freyr. Sem hvort að sé eitthvað að gerast á braut. Og skíkjum við á þetta aftur. Nei, hún var bara svolítið bil á milli manna. Við skulum bara skoða þetta. Þannig erum við bara með front row seat á þetta. Já. Sýnst það bara Svenni akkurat. Hann ætlaði að beygja örlítið og snemma. Hætti við fyrst og bara of vítt. Grétar næra að vinna verið þar. Já, Björgvin ætlar að láta þetta duga. Skiptast smá á málingu þarna, Svenni og Björgvin. Og komin út. Leiðum að fyrir grasið, sko. Já. Ég voðum vís. Þetta betur. Andri Dórsson heldur betur búinn að boða sér til bil. 5 hringir, 7 sekúndur. Tæpar 8. Ingi að elta upp í hann Berg hérna. Ég hugsa að menn ætti að geta pittað svona allt frá í lok 7. til 8. hugsa ég. Já. Það eru svona sömu bílar sem geta kannski 13. Andri Dórsson kom með sekúndi í penalty. Þetta sko að bensínstöðuna hérna hjá mönnum. Bergur og Andri eru bara á pari. Já. Andri búið með örlítið meira, 1 pixel meira. Já. Svo er Ingi með ennþá betra. Svenni svipaður og Ingi. Svenni er alveg best, já. Já, aðeins betra en Ingi. Grétar svipaður og Ingi og Björgvin Freyr. Já, aðeins minna. Þeir eru svona, já,
aðeins meira en hálfnaðir með bensin sem við byrjuðum með, þannig að það má nú alveg gera ráð fyrir að þeir geti þá farið einhverja 10-11 hringi á bensíninu. Já, ég held að þetta sé alveg 10 hringir allavega, sko. Já. Ég held ekki 11, nokkuð vissan það, sko. Án þess að tapa þá ómiklu tíma í rauninni á að spara. Já. Það er náttúrulega búinu með 5 hringi og er á 7. hringnum og komnir aðeins niður fyrir hálfan. Já. Komnir aðeins niður fyrir hálfan. Já, akkurat. Það held ég að það væri svolítið sniðugt hjá Berg að pitta þessa hring. Reyna að saxa þetta aðeins meira niður. Dekkin hjá honum Andri eru þó alveg góð, sko. Nú ánægður með sendinguna hjá okkur. Við erum með 30 í tjattinu hérna, en ég er nú ekki alveg nóg ánægður með öll þessi like sem eru komin. Nei. Like and subscribe. Já. Já, Andri fljótur að vinna upp hérna. Bergur hefur kannski gert eitthvað mistök. Þetta var í 6,8 sekúndum hérna áðan eftir að hann tók út dressinguna og nú er þetta komið í, tæpar 8 áttur. Já. Andri er bara á öðru peysi. Hann er líka rosalega consistent, sko. Nei, og Bergur. Nei. Svo varum að tala um áðan, það getur verið aðeins og græður á gjöfunni hann út. Já. Missi Svenna fram á sig líka og Gretar ætlaði að ná honum. Nei. Nei, hann fer í pitt. Andri með hringur 2, 1.33, 3, hringur 3, 1.33, 4, svo 33, 6, 33, 4, 33, 3. Þetta er mjög konstant. Nei, 36, 3, já. Það er því að hann fær refsinguna. Thompson herbúðunar að skila sér. Já, heldur betur. Fyrir eiginlega bara að taka það bara úr skóla og keyra bara. Nákvæmlega. Já, Gretar að koma inn í pitt, hann náttúrulega byrjaði á softtækjunum, fór nú alveg 7 hringi á þeim. Já. Ég er nú að kalla það gott, sko, því að það var nú ekki beint mikið sem var farið af þeim. Hann átti alveg 25% eftir af þeim ennþá þegar hann fór inn í pitt, sko. Já. Og það eru nú svo sem fljóta að falla líka. Já, heldur betur. Og líka bara, í rauninni optimal pace að fara úr þeim, eftir að hitna svona mikið, sko. Það eru mun fljótar að hitna heldur Medium og Hard, sko. Já. Það fara þá umfram, það fara bara 90 gráður, sko. Já. Það er nú ekki að fá að fæta hérna á milli Bergs og Svenna núna, þannig að við skulum bara skella í replay hérna á honum Berg. Nei, þetta var nú ekki nógu langt aftur. Maður kemur hann. Hann er bara á víður, fer út í grasið. Já. Þá fara Svenni og Bergur í pitt. Svenni með, 2% betra bensín. Já. Með 11 lítra á bílnum á Svenni. Það er að hrannast inn lækinn að komin upp í 17 læk. Já, geggjað. Það þekki ég mitt fólk, sko. Já, heldur betur. Björgvin Freyr. Já, ætla hann á að klára á þessu bensíni? Já, ég hugsa það. Þegar þetta byrjar að blikka, það áttu svona 2 hringi eftir, pluss mínus. Já. Það er hendurlega þenni hann, sko. Þá kemur Andri. Nú fer hann
Andri betri, já. Með 16 sekundur á Inga í öðru. Kemur Ingi líka í bit af hörðudækjunum. Já. Björgun líka. Ó, bremsar hérna. Það sérðu beilið samt á milli Andra og Inga núna, það er 17 sekundur. Ingi er ekki búinn að sækja það var 10 sekundur á það. Já. Sjá þetta líka 8. hringinn hérna á Inga, hann er 1.38. Samt alveg þú veist, 1.34, 1.34, 1.35. Þannig að kannski fengi rössing á þeim hring. Getur verið. Þá kemur Svenni hérna, hvar kemur hann út á móti Björgvin? Hann kemur langt á undan honum. Já. Hann er komið bara upp í annað sæti, Svenni. Engir eitthvað lengi að ákveða sem þið mörgulega dekkja valið. Herri, já, Sveinn kemur. Hann var nú meira á milli þér áðan, eða ekki? Já. Þeir eru tökja. Og sér líka hvað Svenni... Já. Já, alveg rétt. Bergur náttúrulega spinnaði, Svenni fór fram úr hún. Já. Vá, Björgun hefur tekið alveg ekstra mikið bensínsinsper. Já, vá. Þetta er hann og Gretar bara á pari. Það er að við sjá hvað Svenni tekur á móti þeim. Bara rétt hálfan tag. Já, akkurat. Já. Andri svipaður. Já, þeir eru að taka bara 9-9. Andri Svenni og... Nei. Andri Björgun. Já, Bergur fyrir inn á... 9-9, alltaf gengur ekki alveg ef þú vorst að taka 10-9 þá. Já. Rétt. Það gengur ekki upp. Bergur fer í lok 8 þannig að hann er að taka þá... Já, 11 hringi. Já. Já, Ingi skellt sig bara í síðast sæti aftur. Já, ok, hann var einmitt á undan Gretari. Já. Ingi er nú ánægður með Inga að halda í hefðirnar hérna með Liveri. Já. Þetta er svona gult MS Liveri, mætti segja. Þetta sé nú ekki MS. Svo flugri. Mjög hann var alltaf verið góður í Liveri-gerðinni, sko. Þannig að... mosimusic.com. Já, hann er tónlistarmaður. Jep. Endilega tjekkið á hann. Svo, nú erum við með svolítið bil á milli manna. Já, það er ekki mikið baráttur á braut.
Það tegist svolítið á milli Sveins og Bergs. Sveinn greinilega finna sér betur á mediumdeglunum. Það lítur alveg virkilega vel út fyrir hann allra allavega. Með 18 sekundur í annarsæti. Já. Og Svenni á mediumdekkjunum, Andri á hörðudekkjunum. 18 sekundur á, þú mátt að vera ansi mikið hraðar ef þú ætlar að vinna upp 18 sekundur. Heldur betur. Síðasti hringur hjá Berg var 34.7. Síðasti hringur hjá honum Svein var 34.8. Þannig að Andri að finna sér betur á þessari braut. Flott lifriðin hjá öllum hérna á braut. Já, það eru það. Gulur virðist vera svolítið vinsæll kostur þetta árið. Já. Virkilega flott að kraftvélalifrið líka. Já. Og svona það er nú svona lítið að vera braut, þá skulum við bara kíkja yfir og þakka sponsorum okkar fyrir, er það ekki? Þetta er klassík. Það er bara frábær hugmynd. Þó að þetta sé opnudeildin, það eru nú samt vinningar fyrir opnudeildina. Já. Það sem er í fyrsta sæti í opnudeildinni, hann fær 3 poka af gullfisk, harðfisk. Annars sæti fær 2 poka og þriðja sæti fær 1 poka. Og Kaldi gefur líka velun til topp 3 í öllum deildum. En ég hugsa ef þeir eru með aldur. Já, ef þeir eru með aldur. Annars renna þau til Faðir Topsson. Já. Hann tekur á móti því. Já. En svo fær náttúrulega fyrsta sæti í opnudeildinni, það fær verðlaunabikar frá Autocenter. En aðrir styrktaraðilar deildarinnar eru náttúrulega Kraftey, Arctic Iceland, Kraftvélar sem að styrkir okkur á lokahófinu eða eitthvað svoleiðis, en þá aðeins eftir að koma í ljós. Og Lavasjó er ekki að vera líka. Þetta er semst Autocenter, Kraftey, Arctic Iceland, Kraftvélar, já, get ég ekkert í maður, og maður má ekki glemma þeir. Nei. Og náttúrulega á Arctic, þeir náttúrulega gefa 2 úr, 70.000 króna verið í hvort. Heldur betur. Það er búið að vinna sér inn annað úrið, það var hann Jón Þór í fyrstu deildinni fyrir vetrartímabilið og svo var það Sigurveri vortímabils í úrvalsdeild sem fær hitt úrið. Já, akkurat. Þannig við kannski getum bara, nokkuð, nei, Bergur hérna á meðræsingu. En Autocenter, þeir gefa verðlaunagarfi til topp 3 í öllum lokuðu deildum og fyrsta sæti í opnudeildinni. Og það er fyrir hvort tímabil fyrir sig, þannig að þetta er engin smá gomma á byggurum sem þeir eru að gefa. Já, akkurat. Kraftey með peningasponsin, það er bara 100 skall fyrir stórmeistarann. Þú ert alltaf í harðri baráttu um að stinga þessum peningi í vasann, eða ekki? Jú, mikið rétt. En þetta er harðari baráttu heldur nokkuð tíma fyrr, þannig að það er alveg eftir að koma í ljós hvað. Og einmitt bara bróðir þessa Topsson hana, það er einn Topssoni sem er að berjast við að rífa hana peninga að þér. Já, held ég. Heldur betur, hann er alveg með hraðan í það. Nefnilega. Svo er það Arctic Iceland, við náttúrulega fórum með í það. Þeir gefa vetrartímabil í fyrstu deild og vortímabil í úrvalsdeild, sikkvort úrið. Og verðmætti 70 skall. Og eins og ég skildi þá getið þið bara valið ykkur úr. Svo þú bara skoðar bara úrvalið og velur úr og svo farið að afhenda á lokaáinu. Kraftvélar, þeir ætla að styrkja samfélagið
Já, aðeins eftir að kynna það betur nána síðar þegar líður að lokaðinu. GT Akademían gefur topp 3 í lokaðum deildum á vetrar- og vortímabilinu, 60 mínútna gjafabréf. Og það fer ekki sitt hvort tímabilið. Þannig að það nú engin gomma af gjafabréfum heldur. Heldur betur, þetta orðið almennilegt. Já. Og Kaldi gefa verðlaun til topp 3 í öllum deildum fyrir vetrar- og vortímabil. Já. Og Lavasjó gefur sigur af fyrstu deildar miðað fyrir 2 í Premium Experience í Lavasjó á vetrar- og vortímabili. Og svo afsláttarkóðið það líka, 15% afsláttur. Og nota kóðan GTSI. Og svo það Gullfiskur, gefur topp 3 í öllum deildum á vetrar- og vortímabili gæða harðfiskpoka. Og þetta eru 72 pokar í heildina fyrir bæði tímabilin sem að Gullfiskur er að gefa. Þetta er bara að regna það upp því að það er ekkert grín að köpa sér harðfisk út í búð, sko. Það er þrjúðskallið eitthvað. Heldur betur, sko. Það var bara vörubíl að koma með þetta. Það sturtar þessu bara planið hérna á lokaáinu. Okkarlega. En það er sem sagt fyrsta sæti í Gullfiskur sér til þess að við fáum okkar prótein. Nákvæmlega. En í Úrvalsdeild og fyrstu deild þá er það fyrsta sæti sem fær 6 poka, annað sæti fær 4 poka og þriðja sæti fær 2 poka. Í opnum deild og annar deild þá er það fyrsta sæti sem fær 3 poka, annað sæti 2 poka og þriðja sæti 1 poka. Þannig að þetta er nú alveg slatti af harðfiskpokum. Heldur betur. Almennilegt. Heldur betur. Þannig að það stefnir í gott logo hjá okkur. Já. Og svo náttúrulega erum við komnir með þessa nýju stjórnskipan. Það er náttúrulega skemmtinefndin. Það er bara menn sem að sjá að gæja það fyrir okkur og svo erum við með menn í highlightsum og annað, þannig að þetta lofa góðu. Heldur betur. Og dreifa álæginu svona. Já. Og þá er hægt að einbeita sér akkurat kannski meira að betrumbætt bótum og svoleiðis. Já, þá eru bara menn með sín hlutverk og það er ekki bara einn sem þarf eitthvað með að gera allt og maður veit bara sjálf úr vinnu og annað, sko, ef maður er með ómikið þá getur maður ekki sett 100% í allt, sko. Það er... Nákvæmlega. Andri bæti bara í komin í 20 sekúndur. Já, Svenni ekkert að sækja á það. Nei, ég sér líka bara konsistensi hjá honum, sko. Það er rosalega tíma hérna. Já. Og Svenni að fjarlægast líka Berg. Já. Með 5 sekundur. Þá er það hérna að fara að hefja næst síðasta hringinn. Ingi kominn inn að Grétari. En Ingi er svo sem ekkert endilega að sækja. Slærinn á peningaflunum. Ég er nú samt ánægður með þetta, það er bara svona gaman að vera með og nákvæmlega. Svona að fær smá reis og það var líka eins og þegar ég var í opnumdeildinni að það hefði verið einhver sem var bara að koma úr úrvalsdeildinni og væri bara að vinna allt og þá var ég ekki með þessa fyrstu sæti stollu hérna fyrir aftan mig, það væri alveg pínu svekk, sko. Já, heldur betur. Já, ég sé hérna á GTS í samfélaginu á Facebook. Menn eru byrjað að koma með svona liðskynningar og bílakynningar. Já, ég var ekki búinn að skoða. Ég sá að Danni var búinn að koma með þarna rafrót, en það er mitt Björgvin Freyr. Já, akkurat. Sjáum hann hérna. Eitthvað meira skemmtilegt komið þar inn? Nei, það er kannski svolítið lítið það, þetta tímabilið.
Svona minna en áður. Já, ég er samanlega. Við erum reyndar sikir við erum ekki svona klára lifur í. Akkurat. Vaknaði við fyrir vondan draum á það, bara byrja hvað þarf ekki að fara að græða lifur í. Smá steinir í sig, en þetta reddast allt saman. Já. Það var hann í menn. Já. En já, það væri gaman ef menn eru búin að græja lifur í og svoleiðis að koma með svona listskynningu og bílatilkynningu. Það alltaf ákveðið svona, finnst mér, svona stemning við það. Já. Þú veist að sjá, ok, það eru menn svona orðnir klárir í tímabilið almennilega. Þetta er Svo spratt nú upp svo hugmyndum daginn að fyrir tímabilin að vera með svona livery keppni. Já, akkurát. Jafnvel að nýta eitthvað af sponsornum í að veita velun fyrir flottasta livery, sko. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað sem að verða þá skoðað í sumar. Það er verið að skoða, ekki spurning. Að því líka það er þvílíkur tími sem fer oft í þessi liverygerð, sko. Það er, þú veist, alltaf vissi vanir menn, en akkurat ég get alveg, sko, ef ég er eitthvað spekulegur að hitta þetta, þá get ég alveg tekið mig 3 tíma að hitta og bara, þú veist, og akkurat eitt helgur kvöldstundum í þetta, sko. Já, akkurat. Það er samt liðið sem maður sé samt búin að gera svo lítið, sko. Heldur með þér. Svo er þetta mjög þægilegt, þegar þú ert búin að gera fyrsta liveryið, þá eru næstu svona, já, herru, keppnin er bara búin. Já, Andri bara komin í vörn. Já, það voru bara eitthvað að tala um eitthvað livery og eitthvað bull. Herru, Andri sigur þetta. Sveinn í öðru sæti. Jep. Hann fann sig eftir, hann fór á medium dekkin. Já. Bergurinn í 3. Með flottar tíma, hann hefur greinilega verið svolítið að skrika í þessum baugum. Mista hann svolítið. Það er svona, hann tapar svona sekundu. Já, hann getur verið erfiður Subaru-inn á horfðutakjunum. Já. En maður er ekki búinn að æfa því nóg, sko. Nei, ég meina hann Bergur. Líka Bjallan, sko, hún getur nefnilega spólað mikið, sko. Björgvin í 4. Gretar í 5. með Inga eftir sér, en það er þó það langt á milli þeirra að Gretar heldur sér. Ásakið, ég með brjólaðan hund hérna. Hann var að lappa yfir lyklaborðið. Hörru bara, replay. Það eru Gretar í 5. sæti. Já. Ingi í 7. Það er það. Það heldur að Andri áfram að auka fórustina. Hann var búinn að taka 2 sigra af 8. Já. Og með fastest lapp. Já, hann var ekki bara með fastest lapp í síðustu... Nei, hann var ekki með fastest lapp í síðustu keppni. Hver var það nú? Það var hann Bergur. Bergur, já. Þá var hann komið með... Hann var með fast lapp líka, þannig að þá var hann komið með 51 stig. Hann Andri. Já. En svo er einmitt annað sæti hérna í síðustu keppni. Hann Ólafur. Já. Það eru nú fréttir, hún Eva var að segja sig úr keppni í annar deild og Andra Topsson var boðið plássið, hann aftakkaði það, ég hefði svo sem gert það sama ef við væri að leiða stigakeppnina. Já. en Ólafur var boðið og hann tók það, þannig að við sjáum Ólaf í annar deildinu núna bara eftir smástund. Já, ekki. Hann er líka mjög hraður, konsistent. Já. En er þetta þá ekki bara komið gott og svo bara starta önnur deild 22.15. Það við útsendingu svona 10 mínútur fyrir kannski. Eitthvað svoleiðis, þannig að ekki fara langt. Skella ykkur bara á dolluna og ná í kókiglas og poppa. Já, nokkulega. Sjáðu þetta bá. Farið út með hundin og svona. Já. Bergur, talaðu þig. Segðu. Takk fyrir okkur.